Já, komið sæl og velkomin í VPSA Íslandsmeistaramótið í snowcross hér á Skjá 1. Við Tryggva og Lexi sitja hérna og við ætlum að skella okkur í Pro Open flokkin í keppninni sem var haldin á Akureyri upp á Vaðlaheiði. Já, nú er allt að gerast. Stóru strákarnir, stóru græðurnar og allt að fara í gang. Hérna sjáum við Bróa sem er að keppi fyrir Team Motomax. Motomax er einmitt, ekki bara styrktaraðili Bróa, heldur eitt í þáttarins og kunnur þeim mikið þakka fyrir það. Já, þeir eru duglegir búin að leggja mikið búið að gera flott liðið á skítunum og Motomax og Hringrás saman eru að styrkja okkur í þessari þáttakeppni. Ekkert nema gott það að segja. Eins og við sjáum þá var veðrið svona on og off upp á Vaðlaheiðinu eins og við sáum í síðasta þætti. Það var annarkvort snjór eða sól. Svona típist íslenskt, kortir af þessu og kortir af himnu. Alveg ekta. En við kíka aðeins á aksjónir í Pro Sportflokknum. Það var við höfum leikinn. Já, eins og við sáum í síðasta þætti þá var það Kári Jónsson sem sigraði Pro Sportflokkinn og í úlingaflokknum var það Baldvin eins og vanalega. Já. Ég segi svona, það var einhverjum önnur keppnin. En ég sjá stig til Íslandsmeistara. Ásgeir Frímannsson, hann leiðir með 52 stigum, Eyþór Hemmert er í öðru sæti og Stessi, eða Steinþór eins og við köllum hann á Polaris, hann er þriðji. Þetta eru topp 3 guttarnir sem við komum inn í mótið hér á Akureyri. Þarna er tíma að taka búinn hjá strákunum og þar er Jónas Stefánsson sem átti besta tíman í tímatökunni. Jonni eins og við kalla hann. Já, á linksinum og Eyþór Hemmert þar á eftir og svo Ásgeir Frímanns og Ryan Duncan. Stessi og Bróður voru ekki lengur úr brasi en og kýla okkur bara í fyrsta hít. Já, skellum okkur í fyrsta hít og það er hann að 2 skítar fremstir. Og links á hvolfi. Og links á hvolfi. En Brói og Ryan Duncan greinilega snöggir á skítunum á stað og ég veit þá mikið vinna búið að leggja í störtinu á strákunum og það er að skila sér. Það sást greinilega. En þetta var einmitt hann Jonni sem fór á hausinn sem átti hraðasta hringinn í æfingu. Eða í tímatöku. Já, stundum dálítið brösast hjá honum. Það er Egilsstaðabúinn Brói sem er kominn í forystu. En ekki lengi því Ásgeir er kominn fram úr. Hann er einmitt sigurvegari fyrstu umferðinnar á Húsavík. Tók Húsavík bara með stæl. Já, hann er ótrúlega sigur og öfnuslega. Gera góða hluti þarna og fast á eftir honum koma Brói og Ryan Duncan, Amerikaninn. Þetta með Stessi og eitthvað þar eftir. Hann hefur verið snöggur að hann á að skjóta svona fram og bara eiginlega fyrsta hring. Já, það er skemmtilegt með þennan stóra flokkinu og stóru strákana sko. Það virðist sem að allir sem eru á línunni eiga möguleika á að sigra. Já, það er startið skiptir voðalega miklu máli í minni og þröngu brautum og maður getur gert miklu meira hluti. Ef maður grefst aftarlega þá er þetta bara náttúrulega spúnast. Við sjáum til dæmis Jónas gera hann í mistöku byrjun, hann er bara ekkert inn í mynd lengur. Nei, nákvæmlega. Aðstæður svolítið erfiðar þarna eins og allavega í fyrsta hítinu, skikning ekkert rosalega gott. Og við sjáum hvíta flaggið, það þýðir að hringur eftir. Ásgeir á kjettinum í hörkuforystu þarna og Brói fast á eftir honum. Sjáum hann að Brói á skítu númer 7. Þarna er góða skikni. Þetta þekkjum við landan okkar. Æðislegt. Það er Ásgeir sem klárar fyrsta híti með stæl. Flott hjá honum, hann er að greinilega stemplaði sinn hérna í stóra flokknum í ár. Já, hann kemur náttúrulega upp úr sportflokknum fór aðeins fyrra en hann er samt mjög stabíl ára, það er gaman að sjá. Hann er búinn að vera á 44 sleða og berast til því í mörg ár og er komin á svakalega öfluga sleða. En kattamenn glaðir. En skellum okkur strax í annað hít og sjáum við hann að skítanir komnir hann að framalega og Brói kominn með startið. Hólu sko tippar hjá Bróa. Já. Aftur. Þannig að vel Motomax gengi hefur náð að gera flotta vinnu í dag sko. Já. Brói hann ætlar sig greinilega ekkert að vera áskrifandi að 3. sætinu hérna á Akureyri. Nei, hann sagði mig það, hann er eiginlega búinn að skipta skoðun á þessu.
Hann ætlar að stefna á fyrsta sæti. Nákvæmlega. Sjáum hvort að það takist hjá honum í dag. Hann að keyra hörku vel. Það hann að flottu starti og að auka forystuna í þessu frábæra skikni sem við sjáum hérna. Já. Það hörð barátta fyrir aftan hann. Ryan Duncan, Eyþór Hemmett og Ásgeir. Allir aðrir þarna á mjög svipuðu róli. Það eitthvað hlegst á hennum Ásgeir, hann var nú annar en hann var eitthvað mist þetta niður. Hvað hlegst á? Það Brói, hann kemur í fyrstur manna í öðru híti. Það er gaman að sjá Brói hvað hann búinn að orðin stabíll og búinn að bæta sig mikið undanfarna ár og það ekki gott, hann líka orðin einn af þessu gömlum núna. Nákvæmlega. Þú kefti nú hann hérna fyrir árið. Já, við erum búin að góða bara þetta saman. Það þriðja hítið. Kappanir gera sig klára. Og hvað? Sjáuði þetta? Enn og aftur, guli fremstir. Brói alveg eldheitur í stöppunum. Stess og stekkur inn í og Eyþór fer hérna enn innan við. Það bara hörku barátta hann manna sæti og milli 3 manna. Brói átti bara að hafa þetta fyrir aftan sig. Já, hann virðist bara að klára þetta. Sjá þannig Ásgeir í öðru sæti. Ásgeir og Eyþór hérna eftir honum. Svo eru Stessi hérna við hliðina á Eyþór. Og Jonni sem átti hraðasta tíma, það einhver óhemju eldarkallur. Alveg merkilegt að sjá hvernig þetta oft dettur svona. Það eins og að hangi svart ský úr húnum stundum. Já. Hann bara lán, kom bara gott bíl á menn við að berast þér aftan á þannig að Ásgeir kom fann að sækja á hann. Eyþór og Stessi þar eftir honum og Ryan Duncan og Jonni. Brói lætur eins og hann viti ekki að þeim. Lætur þetta ekki trufla sig og heldur áfram góður í keislu. Virkilega flottur akstur hjá honum. Já, bara stabíll og góður og ger engin mistök og ekki svona mistök. Talandi mistök, Ásgeir sem var að nálgast. Það kostaði hann var kannski að leggja svolítið á sig til að reyna að krasja í Bróa. Já, að pressa þetta og það þarf ekki mikið til þess að slíta hendurnar á stýrinu. Nei, þetta eru nú einhvern léttustu græður í heimi og þetta er ekki fyrir hvern sem að hanga á þessu. Nei, aflið þessu alveg ríkalega mikið. Hvað erum við að tala í hestöflum á svona stöðum? Svona sleðar eru allt bara 180 hestur og þetta eru orðið 600 rúmsentimetrar vélar og búið að minnka þetta niður 200 rúmsentimetra. En það er bara alveg saman, það er bara að tjúna þetta meira á móti. Það er svo allt annað mótorsport. Það er bara eins og í mörgum mótorsportum, menn breyta reglum til að minnka kraftin og menn finna aðra leið til að auka kraftin. Já, bara að finna nýja tekník. Svo voru best að við að þetta er helmingi, þessi sleðar er farin að menga helmingi minna aldrei gerðu. Já. Brói tók þriðja hítið og gerði það með stæl. Og Eyþór annar og Stessi þriðji og Jonni náði upp í fjóra. Það ættu að vera Ryan Duncan og Ásgeir Frímannsson. Cobalt Racing Team, það er hópur sem samanstendur á áhugamönnum og keyrurum og er ákveðin umgjörð keppnisliðið og við sjáum að láta hlutina ganga og mæta alla keppnir og þetta samanstendur af 4 keyrurum og svo miklum hóp sem fylgir þessu. Já, þar er bara tekið vel á hlutunum og við sjáum okkar menn, sjáum að halda sleðunum klárum og halda mönnum í góðu formi og láta hlutina ganga. Styrktaraðilar okkar, þeir eru fyrst og fremst Stormur sem skaffar okkur sleðana og Krypton vefhönnun sem opnað fyrir okkur heimasíðu cobalt.is. Nú Átak, sérum að strákarnir í góðu formi og það er 66 gráður norður, það er Motul oljur og Kea Hotels og vélalega HG og Sparisjóður Norðlendinga og svo sér Ölgerðin drykki og Mountain Dew og Kjarnafæði sér pilsunar á grillið. Í Cobalt-tíminu eru fyrst og fremst Steinþór Stefánsson, Stessi, hann ekkurum á 600 mod IQ og svo er það Jói Hansen í sportflokki og Baldvin Þór Gunnarsson í sportflokki og í unglingaflokki er það Bjarki Þór og Baldvin og þeir aka allir á IQ 440. Þetta er mjög mikið sem þarf að hafa í huga. Við mætum á keppnina með stóran trukk og stóra kerru. Þar eru allir sleðarnir inni og fullt af verkfærum og mikið af varahlutum og það þarf að skrúa í þessum sleðum bæði fyrir og milli híta til þess að hlutinni gangi upp, svo þarf að taka öllum bílunum og tjónum
og það gerist með góðum hópi manna og miklum búnaði, svoleiðis að þetta kostar sitt. Það er mikil þekking sem liggur á að stilla sleðana vel upp svo þau nái góðum ræsingum og haldi út keppnina. Þetta mikil átök og mikil læti og það þarf að skrúa rétt svo að hlutinni gangi. Þannig að við fullt áhorfendum mættir upp á Vaðlaheiði til að baða sig í sólinni. Þarna er verið að grilla, tímlega sen að grilla þarna fullu pylsur og gefa Mountain Dew, góða pylsur og allan bakkan. Já, það er vist mikil hefð fyrir því á sleðakefnum að gefa áhorfendum veitingar. Það er vist svona, maður tekið meira eftir þessu í sleðasportinu heldur en öðrum sportum. Menn eru sveittir að gefa Mountain Dew og grillaða pylsur. Já. Ég var nú með ásýndum með að vera að keppa sem mest, þá var ég með einmitt Mountain Dew og góða pylsur með viljið sem góðan styrtaral og við byrjum að dæla þessu út og það er gaman að sjá að allir búin að taka þetta upp og grill í hverjum vagni núna og þannig að það er nóg að éta og drekka fyrir alla sem vilja koma. Já, þetta sýnir sig að það er gott mál að styrkja sleðamenn því að þeir komið svo vel á framfæri. Já, menn er að gera sitt best í að reyna að sýna styrki sem þeir fá frá styrktaraðalum og koma þessu á framfæri og vera alltaf duglegur í þessu. Þú er bara búin að taka starti og stinga núna undanfærið. Hvað er að gerast? Ég veit ekki, góð sleði bara. Búið að taka vel á honum núna upp á síkasti. Breyta mikið og... Þú væntanlega í hörku formi? Svona mætti vera betra en það er alltaf að koma. Hvernig er aðstaða og braut hérna upp á Vaðlaheiðinni? Hvað er að gerast? Þetta er ágætt. Svona svolítið stutt í pallar. Og svona, allt í lagi, bara gaman. Allir í sömu brautinni. Hvernig er það, nú er þú búin að vinna 2 síðustu hítin, gefur þér þetta ekki aukið sjálfstraust þegar það kemur inn í úrslitin? Alveg klárlega. Eða ekki? Jú. Og hvað er gameplanið fyrir loka hítið sem skiptir öllu máli? Fyrstur. Flottur, gangið vel. Takk. Já, Brói búin að taka fókusinn á 3. sætinu. Já, greinilegt. Búin að færa sig upp 2. Já, Jóni, þú varst hraðasti maðurinn á æfingum í morgun en það er ekki alveg búið að ganga ná vel í öðru keppnum hérna í undanferðunum. Nei, þetta bara svona, en þá að smetla saman, þetta svona gengur alveg en það vantar herslu minni. Hvað er að klika? Það er bara aðalega hausinn á mér, ég er bara aðeins að ná áttum og keyra betur. Það er bara búin að vera aðeins að detta á hliðin og eitthvað svona, eitthvað vilsa, en þetta fer að smetla. Er það endurstillaði fyrir úrslitinu og koma sterkur í loka hítinu? Já, engin spurning. Og stefnir hvað, á sigur? Stefnir á sigur, ekkert annað. Flottur, gangið vel. Takk. Jæja, Ásgeir, þú byrjaði með stæl, vannst fyrsta hítið en svo er þetta búið að vera svolítið bras. Hvað er að gerast? Bara ætla að vera graður og ná næstu mönnum en það er ekki alveg að ganga. Brói hefur að keyra rosalega vel í það. Hvað skiptir mestu máli í brautinni hérna í dag? Það er að lesa hana mjög vel. Ég held að það sé eina sem skiptir máli. Startið vantarlega mjög mikilvægt einnig. Já. Hvernig er að taka fram úr? Það er allt í lagi. Hún leifir alveg hana fram úr aðrakstur. Já. Það er að velja línur alveg hægri vinstri. Nú eru úrslitin eftir. Ætlar að mæta grimmur og klára þetta? Bara búin að fíla mig í 2 síðustu. Já, það eru greinilega allir með sama markmiðið. Já, allir klárir á dolluna, það er líka fínt þetta skapi á að vera akkurat gíra þannig. Já, og það er líka bara að sína sig að þeir eru ekki allir nokkuð jafna möguleika. Er þetta ekki bara startið þessi? Startið skiptir gríðarlegu máli. Já, alveg 80% af öllu þessu dóti sko. En með því að geta valdið í líka sko. Það sést oft sko bara hverju geta valdið og ekki þess að missa það niður bara á fyrsta 1,5 hring sko. En líka í fyrsta hring þá er hægt að gera mestu sens, taka mestu sens. Það er hægt að menn eru að tuttast oft og reyna að skjóta sér inn fyrir og nýta sér veikleikana þegar allir eru svona hálf passífir að það gæti allt einhver komin sko í bakið innan á. Jæja, spenna Magnús, það eru úrslitin og þeir eru komin á stað. Er það Brói enn og aftur eða hvað? Það var næstu bara hann að hliðin á Brói. Sjáu þetta. Hann tekur óliskoti aftur. Enn og aftur. Og hann er Jonni sem komir í annar. Sérst loksins framalega. Ásgeir var þarna mjög framalega út úr beginu, en svo verður hann fyrir einhverju brasið þarna og missið á flesta fram úr sér. Þannig á fyrstu metrunum. Svona mistekur er rosalega dýr. Við sjáum að Skyggnið að fara að lagast aðeins, þannig að það er kannski auðveldar eftir Bróa núna. Þannig að Brói, Jonni og Ryan Duncan frá Bandaríkjunum og svo Eyþór Heimild og Ásgeir og hann er Stessi. Það er flottur akstur á Bróa. Mjög smúð á hann. Greinilegt að sjálfstraustið er komið í botn hjá honum þannig.
þetta finnst honum allt mjög stuttir pallar. Já. Hann eiginlega vanur bara að keyra svona 30-40 metra palla heima á Egilsstöðum. Já, það verður gaman að sjá hvað Egilsstaðabúðarnir fær okkur þegar við færum mótið yfir á Egilsstaði. Það er nú slett í það ennþá. Já. Hérna sjáum við Jonna. Jonni, loksins að fá að sína sig eitthvað aðeins. Já, það er svona spurning hvort hann sé búinn að hrista þetta svarta ský af sér. Já, ég veit að hann grimmur þarna og vafalaust langar að ná Bróa og taka fram úr hann. Hann er að sína það Jonni að sko hraðinn er til staðar. Já. Það þarf bara, það þarf að klára nokkur aðra skrúður líka. Já, hann er stilla aðeins. Hann er að koma upp úr sportflokknum frá því fyrir og þetta er bara misjafnt hvernig þetta leggst fyrir mig að koma upp og upp í mun harðari átök og aksjón. Mikið lærdóms átök í það. Já. Hérna séum við Ryan Duncan. Hann Bandaríkjamaður sem kom og er búið að keppa á síðustu 2 mótum og er alveg þrælgóður ökumaður. Nei, sjáu þann. Það er í gangi maður. Jonni, það er orðið laust úti á sleðanum hjá Jonna. Þannig að nú er hann komið með hálft skikni og meðan siglir Brói bara í góðum gír þannig fremstur manna. Þetta er náttúrulega rosalegt. Hvað er þetta á öðrum með þessu ring þegar að losnar á hann? Við ætlum að sjá þetta aftur. Við erum að fá að sjá þetta í mynd og eftir. Sjáu hana. Gapandi í hverju stökki maður. Þetta getur alveg slegið mann algjörlega út af laginu. Já, þetta lítur að einhverju svona sko. Trufla einbeitinguna svo til. Algjörlega. Ég meina það er nógu vont ef maður skekkist aðeins stýru sko. Sjáu þið hérna þegar kemur á pattinn. Þetta er rosalega. Þetta er náttúrulega alltaf keyrandi með þetta svona. Þetta gapir, þetta er ótrúlegt að sjá. Þetta bara blokkar sjónina fyrir honum alveg helming. En hinni sjá þetta náttúrulega fyrir aftan og reynir náttúrulega að pressa á hann. Menn nýta sér náttúrulega veikleika annar halvi til vista þessa. Þetta sé hann tegist búið að stakka gata á milli þeirra og hinnir er að saxa á hann. Þeir eru heldur betur að nálgast Jonna en Jonni hann átti nú ekkert að gefa þetta í þekkar rétt. Nei, sjá, þetta er náttúrulega bara svo gapandi í krókudílana. Nákvæmlega. Og hann að kíkja fram hjá honum þegar hann er í miðju lofti til að sjá lendinguna. Þetta er ótrúlegt. Ryan Duncan tekur eftir þessu og er að reyna að setja press á hann á sama tíma og Ásgeir er að pressa Ryan Duncan. Þannig að þetta getur orðið hörku barátta hinum annars sæti. Það hefði líkt út til að Brói sé bara í góðum gír. Sérflokki í dag. Alveg virkilega flottur. En þeir eru þarna 3 alveg í köku og Eyþór Hemmert þarna beint á eftir þeim. Eyþór Hemmert núverandi Íslandsmeistari. Þá við Bróa hérna á skítanum. Flottur akstur hjá honum. Það sjá líka það sem er búið að skila Bróa svona mikið í dag. Það er uppstillingin hjá mótormagsgenginu. Búið að fínstilla þessar græður og þeir eru bara búin að skjóta honum bara í fyrsta sæti nánast í öllum undanriðlunum. Já. Hann var annar í fyrsta riðlinum og síðan er hann bara búinn að vera í forystu. Já. Búinn að leiða hvern einasta hring eftir fyrsta hítið. Svona á að gera. Hvað er krókódílinn? Hérna kemur hann. Og sjá þetta, Ásgeir komið fram úr Ryan Duncan. Og vafalaust ætlar að taka Jonna. Já. Slitnaði af á hann við að reyna að taka fram úr einu. Menn hann kannski reyna að passa sig aðeins. Já, það var að koma í ljós þannig að sko hraðinn hjá Ryan Duncan var fínn en úttaldið ekki alveg í lagi. Hann er að keyra sig í form. Já, hann á í vanda. Hann á í smá vanda með hendina sér. Það er hvít flaggvæfa sem þýðir að einn hringur eftir og krókódíllinn Jonni hangir ennþá í öðru sæti sem er alveg ótrúlega elja að ná að meika þetta vegna þess að þetta getur náttúrulega bara alveg farið með mann. Þið sjáu þetta er akkurat fyrir sjónlínunni hjá hann. Sjáu hérna, Ásgeir að ná hann upp. Þetta var að taka hann aðeins yfirstekkur. Þetta er síðasti hringur, það er að duga núna eða ekki. Nú spýtar hann öllu í eins og hann getur. Þetta verður svakalegt bara alveg fram að síðanstu stökkum. Sjáu hérna, verður þetta Jonni eða Ásgeir? Það er bara drag race. Þetta er rosalegt maður. Mátti ekki í minni muna. Og sjáu þetta, Ásgeir brjálaður. Ekki sáttur það að tappa fyrir manni með opið hút. Já, í einhverja 8 hringi. Já, þetta gerðist bara öðru hringi eða svo. Þetta var alveg ótrúlegt. Þetta ég veit það sko, hann var manna glaðastur hann Jonni að meika þetta bara. Og hérna sjáum við styttur Íslandsmeistara eftir keppnina á Akureyri. Ásgeir hann er í forystu. Brói er búinn að skella sér upp í annað sætið. Eyþór Hemmert á links hann í þriðja. Síðan er það Jonni og Stessi. Þetta er samt nokkuð jöfn stigabarátta frá fyrsta og síðasta manni. Já, það er bara til marks hversu jafnir þeir eru allir. Það er ekkert svona beint afgerandi að gerast. Þetta er svona menn að rokka upp og niður og það gerir þetta líka dálítið skemmtilegt. Hver keppni er svona óvænt. Já, það er nefnilega, þetta
Þetta er opinn flokkur. Já, nákvæmlega. Ekki bara nafnið til, heldur bara hvað úrslit og þetta var. Það er allt opið í þessum flokki og það gerir hann einmitt svo skemmtilega. Já. En við skulum heyra hvað sigurvegarinn dagsins hefur að segja. Brói frá Egilsstöðum. Jæja, Brói, þú tókst dagstaf. Þetta var bara alveg eins og lagði uppskriftina af þessu. Já, þetta var bara lukkaðist vel. Segðu okkur frá því, var einhver læti í fyrstu beygju hjá þér? Já, þetta stóð tæpt maður. Við rákum saman hérna inn í 3 óbyggilega, ef maður rétt. Og þetta var bara með naumundum og ég með þröskunni náði að tróða mig fram úr, sko. Svo bara eins og í síðustu 3 mótum, þá bara hægt og rólega sildir í burtu. Þetta var nokkuð örugt hjá þér. Já, það er eitthvað. Á Húsavík sagðist þú vera áskorandi á 3. sætinu. Mér sýnist að áskorandi á 1. sætinu sé nærri lagi henni í dag. Já, það hlaut að koma að því að maður yrði einhvern tíðan heppinn. Og hvað nú? Næsta mót á Mývatni eftir 2 vikur, er það bara stífar æfingabúðir fram að því? Já. Og svo vonum við bara að við finnum snjó á Mývatni. Já. Herru, ég bara kærlega til hamingju með sigurinn og eitthvað sem þú viltu segja að lokum, eitthvað sem þú vilt taka? Já, það er Motomax sem hefur stutt mig algjörlega í þessu og ameríski skrúarinn, Ryan Duncan, búinn að gera snilldarverk við þennan sleða, sko. Hann er bara ekki líkur því sem hann var. Herru Brói, til hamingju og bara gaman að sjá þig hérna í dag. Flott, takk. Já, þetta var dagurinn hans Bróa. Það fór ekki að milli mála. Nei, hann takkar hann að Ryan Duncan og Motomax og Ryan er búinn að vera að skrúa fyrir gengið þeirra og skila þessari góðu vinnu. Hann kláði ekki sjálfur á pöllanum en það er að nýta hann vel. Annars sjá í öðru seti Jonna og Ásgeir í því 3. Frábær keppni og skemmtileg dagsjón hérna upp á Vaðalaheiði rétt fyrir utan Akureyri. Og BT Músin að leika sér. Það er að gera. Það var gaman að þessu. Það er vel hægt að leika sér í snjónum alltaf. Til þess er hann. Þetta er búin flott hjá okkur. Ingi og Lexi, við bara þökkum kærlega fyrir okkur. Sjáumst aftur í næsta þætti. Takk fyrir okkur. Takk.